sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, heyrðu, við höfum rætt svolítið undanfarið, að undanfarnum vikum annars lagið stöðu fíknisjúkra í samfélaginu. Það kom hingað fólk frá samtökum aðstandenda og fíknisjúkra sem eru svona í burðarliðnum, fólk sem hefur kallað sig Dauðasveitina á Facebook og hefur staðið fyrir mótmælum niðri á Austurvelli, lagt rósir á tröppur Alþingishússins ef að þið munið það. Okkur langar að halda áfram að fjalla þessi mál sem eru mikilvæg. Þetta er hópur sem stendur mjög veikt í samfélaginu, fær ekki heilbrigðisþjónustu við hæfi, oft á götunni, eiginlega utan borgarmúrana eins og hefur verið sagt á miðöldum, að þau fá ekki erfiðleikum með að komast inn í svona formlega samfélag sem við höfum á millum okkar. Til þess að ræða þessum stöðu fólks í þessari stöðu hingað komnir Kristinn Magnússon og Jón K. Jakobsen sem hafa reynslu af fíkniefnaneyslu og samskiptum við fíknisjúkra og það að vera heimilislaus á þessu svæði. Þetta er svona heimur sem að kannski ekki margir hafa svona innsýn inn í og kannski erfiðleikum með að finna til samkenndar og samstöðu með fólkinu sem þarna er inni. Já. Og ég spyrja ykkur af því að þið hafið farið til helvítis og ratað út aftur. Já. Hvernig þetta er? Hvað svona veröld þetta er? Ég skal bara byrja að þetta er svartur heimur og hann fer harðnandi og þegar maður hefur starfað í meðferðargeiranum og verið í fangelsum, maður þekkir, félag, uppeldis, skólabræður, úrræðaleysi, og það var stefna 2013 til 20 í sambandi við meðferðarmál á Íslandi og það er ennþá sofandi. Það virðist ekki vera, maður hefur verið þáttakandi í alls konar hópum, áróðurs, verið að reyna að þrýsta á stjórnvöld og þetta er svolítið bara gleymdi hópurinn. Og þá verið að þrýsta á stjórnvöldum að sinna skyldum sínum gagnvart þessum hópi? Já, og ég hef starfað á Krísvík sem er svona langtíma úrræði og ég hef starfað með fyrrum föngum, ég hef verið að starfa með Rauða krossinum í félagsvinnir eftir afplánun, ég hef verið að fara með A-fundi inn á Hólmsheiðina og Litla-Hraun og flest allir sem að lenda í fangelsi og þetta er tengt vímugjöfum, hvort sem það eru afbrot sem eru gerð undir áhrifum vímuefna eða fjármagna vímuefni eða innflutning, það er alveg sama hvar maður stígur hann inn að úrræðaleysi þar, og það er, þú kemur út úr fangelsi og það er ekkert sem tekur við þér, þú kemur út úr meðferð og það er eiginlega sama, það er einhver áfangaheimili sem er að gera sitt besta en þetta er allt undir fjármagna og ég var aðeins byrjar að horfa bara á þáttinn inn að G-vitamin. Ég er nú, búin að vera, aðeins að fylgjast með geðhjálp og styrktar, er að styrkja það og tölum bara, fólk sem er að, ég meina, áfengissýki, geðsjúkdómur, hvar sem maður stígur inn og þeir sem eru líka að díla við annars konar geðvandamál, og byggingar, það vantar bara peninga inn í þetta. Davíð Bergmann sem er að vinna hjá Fjölsmiðjunni og hefur verið... Hann er komið hingað til okkar og rætt stöðu sérstaklega svona yngra fólks. Já, og þar, bara, ég hef verið að vinna með fíkla sem eru, búin að fara í gegnum þetta batteri, þá er ég að tala svona yngri en 18 ára
og þar bara, þú veist, sponsorinn minn var að vinna hana 90 og eitthvað á Stuðlum og einhvern veginn, þú veist, hélt ég að það væri verið að vinna með fíkn á meðferðarganginum og þessum úrræðum sem er á vegum barnaverndarstofu, barnafjölskyldustofu, en það er ekki. Þú veist, þetta er verið að beita svona art sem er svona reiði stjórnunar og eitthvað og ég kemst að því núna þegar ég fer aðeins inn í þetta dýpra að það er ekki verið að vinna með fíknisjúkdóm. En sko, það eru unglingar að deyja í dag, þú veist, og þegar ég, svona, þú veist, hinhliðin á þessu, þegar fólk er komið búið að fara í gennum marga meðferðir orðið 20-30 ára og þetta eru stuðlabörn og allt þetta og ég hef oft velt fyrir mér, ok, hvað er það sem þú veist, sem ég veit í dag að þetta er ekki að vinna með krökkunum. Það er engin, þú veist, leið að setja fólk inn á neyðavistun eða í einhver meðferðúrræði þegar ekki verið að díla við rótina. Þú veist, þetta eru krakkar sem eru, við kallum þetta olnbogabörn eða hvað, þú veist, þau eru ekki rekast í skólakerfinu og leiðast... Hver er rótin? Fíknisjúkdómur, fjölskyldusjúkdómur eða heilasjúkdómur. Ég meina, þegar ég persónlega þekki fjórðu kynslóð af krökkum sem eru 15, 16, 17 ári í dag og ég þekki fjölskyldusöguna og þegar maður, þú veist, þetta er orðið fjórða kynslóð og þetta fer frá kynslóð í kynslóð. Ég, sko, persónlega þú veist, ég er 37 ára þegar ég næst nú við blaðinu og það sem að meikaði sens fyrir mig að ég las bók sem heitir Uppkomin börn alkohólista. Og ég hafði farið í meðferð 21 árs þegar á að taka vímugjafann í burtu en maður er ekki heill, þú veist, það er að fara aftur fyrir og ég þurfti að fara aftur fyrir, þú veist, ég þurfti að skoða bara frá 0 þangað til neysla byrjaði. Lausnin er ekki að taka vímugjafann í burtu því að vímugjafan er oft lausnin okkar við einhverjum andlegum uppeldis eða hvað sem það er. En að þú nefndir hérna inn á Stuðlum og þar eru krakkar. Já. Þau eru ekki öll sko fíknisjúk. Þar eru krakkar sem geta verið í áhættu, neyslu og alls konar slíkt, en það er ekki erfitt að skilgreina þau sem fíknisjúklinga. Já, ég ætla ekki að skilgreina þessi fíknisjúklinga. Þó svo að þau hafi kannski sko ættir að rekja til. Já, en svona meiri parturinn, að því að ég þekki inn á þetta, þú veist, og hópin sem þarna, að þetta er yfirleitt, sko, í dag, þetta er kannski ekki fyrir 20 árum, en í dag er neyslan orðin mikið, það er mikið yngri krakkar sem eru komnir, þú veist, þetta er ekki krakkar sem að byrja bara að drekka, sko, þú veist, að það er sko, þú ert fljótur að fá fíkniefni heimtíðin heldur en pítsu. Já, þetta eru krakkar sem eru háð efninu. Já, í mörgum tilfellum, en það eru náttúrulega, þú veist, ég horfa alveg á þetta raunsætt, skilu, að krakkar sem er að díla við einhver hegðunarvandamál er ekki í vímugjöfum, þú veist, að það þarf að grípa allan hann hóp, þú veist, og það er svolítið sem að stuðlar eru, þú veist, gefnir út fyrir, þú veist, að það er verið að stundu þarf að taka krakka út í þessi neyðavistun og síðan er þessi meðferð, MST-kerfi sem að barnavernd er með, er svona multisystem, þú veist, sem að er kannski oft á tíðum til að laga, þá er svona farið inn í fjölskylduna meira og það er svona heilstiftara, skilu, sem er náttúrulega að því þetta er oft, þú veist, brotin heimili sem að þessi krakkar eru að koma frá og það þarf náttúrulega, það þýðir ekki að taka einn einstakling út og laga hann, það þarf að laga fjölskylduna oft á tíðum og sem er bara, þetta er frábært kerfi en það virkar ekki alveg nógu vel á Íslandi af því að það sem á að taka við, þú veist, ef við tölum fíknifræðinga, sálfræðinga og það sem að, þú veist, þetta virkar erlendis, það sem er alvöru kerfi en því miður er heilbrigðiskerfi hérna ekki nógu sterkt. Ég er búin að fylgjast með þessu, þú veist, bara
Tökum bara svona dæmi, þú veist að þú lendir í bílslysi með móðin slasast alvarlega og þú ert 10 ára eða þú veist hvað sem það er, þú veist að það þarf að grípa þetta barn, þú veist þetta er áfall og það þarf að hjálpa því í gegnum það, þú veist hvort sem að móðurinn eða foreldri látast eða mikið slasaðir, það þarf að grípa innan einstakling, en hver á að grípa hann? Þú veist, það er ekki verið að grípa þessa einstaklinga, þú veist og skólakerfið það er ákveðið, þú veist, ég var settur í tossabekk af því að, þú veist, ég rakst ekki í hópnum, þú veist, og þá er ég strax búin að aðgreina mig frá fjöldanum. Ég gerði það, þú veist, á þess að gera mig grein fyrir því. Og ég gerði mér ekkert grein fyrir þessu fyrir að ég er 37 ára komin í langtíða meðferð og búin að lesa einhverja bók sem heitir Uppkomin alkohólista. Þú veist, það er, þú veist, meðferðarsamfélagið, þú veist, það eru frábæra meðferðarstöðir, en þetta er allt einkarekið. Þú veist, S.A.A. er að gera fína hluti, ég ætla ekki að fara að dissa S.A.A. þú veist, en sko þegar þú ert búin að kynnast þessum fíknisjúkdómum og langtíma meðferðum þegar það er búin að lítið hægt að gera á 6 vikum fyrir langt leita fíkniefnaneytendur eða eða veist, bara alkohólista, skilju. Þú veist, þetta er alkohólismi er sjúkdómur afneitunar, þú veist, þú réttlætir í hausnum á þér og það tekur til miður 8 og 10 meir en 6 vikur. S.A.A. með 6 vikna, þú veist, þeir eru sambyrjar að geta verið lengra en þetta er... Það var nú langtíma dvöl hérna fyrir nokkrum áratugum. Já. En það er þetta 6 vikna afvitrun og meðferð hendi mörgum. Þetta er nú ekki öllum og það er ekki fyrir alla. Nei. Og það þarf að vera eitthvað annað sem að teka við. Já. Og það dugar fyrir suma en ekki alla og svo þarf að halda áfram að búa til meðferðarúrræði. Já. Sníðaðum að sjúklingunum og sjúkdómnum ekki krefist þess að sjúklingurinn aðlagi sig að meðferðar frambóðinu sem við bjóðum upp á. Jú, og þú veist, ef við tölum bara biðlistin er, þú veist, að þú þarf að vera að bíða í marga mánuði eftir að komast í afeitrun, þú veist, og þá það eru margir sem deyja á þessum biðlista og þegar við tölum heimilisleysi og housing first og allt þetta sem er svolítið verið vakning núna sem er frábært en það er bara alls ekki nóg. Þú veist, það er stór hópur að núti sem eru langt leiddir sem að, þú veist, 6 vikna prógram er ekki að fara að virka fyrir. Því miður. Þurfa meira langvarandi meðferð eða sem sagt lengri tíma. Og það er nú alltaf svo stefna er orðin dálítið ofan og núna að það er verið að reyna að breyta, ég veit eins og hjá S.A.A. yfir í meira svona persónu miðaða meðferð, sko, að það sé hver og einn metinn. Hvað það mikið, sko. En það er alveg rétt sem mann segir, sko, og þetta náttúrulega, af því þetta náttúrulega verið hluti af heilbrigðiskerfinu, alkohólismi er bara viðurkenndur sjúkdómur hjá landlækni, það með sitt númer. Að þá skilur maður ekki alveg sko forgangsröðunina hjá hérna. Það fínt orð fordómsröðuna, það er líka, þetta virkaði svo. Það er nefnilega af því eina ástæðan sem ég get séð fyrir því að stjórnvöld seti ekki meira fjármagn inn í þetta. Þú sér það eins og með Vog til dæmis sem að er rekin, ég held að sé sko 20% undir þeim afkostum sem að gæti verið á. Það er ekki fjármagnað. Það er ekki fjármagnað og vantar starffólk og þar þarf hið opinbera að grípa inn í og bæta við fjármagni. En það er bara virðist vera inn á þinginu og víðar vera bara alltaf miklu fordómar gagnvart þessum sjúkdóm. Þetta er ekki tekið sem bara sjúkdómur sem þarf að taka á í heilbrigðiskerfinu. Heldur er þetta sjálfskapavíti. Já, eins og ykkur orða að þetta er bara ístöðuleysi og umhyggjaskapur þó að sé náttúrulega marg sannað að þetta er bara sjúkdómur. Raunveruleiki þeirra sem eru að bíða eftir því að komast inn í afeitrun að bíða og þá systemið er að einhver leyti þannig að ef að þú hefur fallið oft að þá er þetta að bíða lengur sem að möndu ætla að væru þeir sjúklingar sem að væru vesthaldnir að þeir þurfa að bíða lengst. Það er og fólk hefur dáið á biðinni. Já, mjög margir. Þú nefndir Davíð Bergmann sem hefur verið að birta
upplýsingar þá sem hafa verið að deyja af svona overdose. Það ekki endilega allir sem voru að bíða eftir því að komast inn á Vog, en það bara sýnir alvöruna. Það sem verður að telja, ég ætla að verið bara 4 frá jólum eða eitthvað sem hafi. Já, við sjáum þetta bara, sko, í janúar voru 5 eða 6 dauðsföll í umferðinni sem að er náttúrulega bara eðlilega blásið upp í fjölmiðlum og þetta er náttúrulega hræðilegt að skuli vera svona mörg dauðsföll í umferðinu á Íslandi. Já. En það er verið að reikna með lágmark 100 manns muni deyja úr fíknisjúkdómum af ofskömmtunum og afleiðingum bara neyslu á þessu ári. Ég ætlaði að reyna að finna hér að því að það var held ég bara í gær í einhverju fréttum þar sem að Sigurður Ingi, innviðaráðherra sem er Sigurðurfyrirna, sagði að það yrði að rannsaka þessi slys og bregðast við strax út af þessum 6 sem hafa létust í janúar. Og við vitum náttúrulega Íslendingar geta brugðist við þegar að sko vandinn er viðurkenndur og ákveða að taka á honum, þá er ýmislegt hægt. Við vitum bara skoða til dæmis sjóslys, það er bara teljandi að fingrum annar og handar alvarleg sjóslys. Já, það var fyrir 20-30 árum sem að það var tekið í gegn og það er búið að leysa það að mestu, skiljum við, þú veist að þetta gera slys. Það hafa verið þjóðarátök á þessu sviði. Já. Ég minn S.A. var stofnað sem þjóðarátak 79 eða. En kannski komið tími á eitthvað slíkt? Já, bara það er langt síðan að kom tíma á eitthvað slíkt, skiljið, þú veist. Sko, eða er krafa kannski svo að stjórnvöld einfallega breyti reglunum að þess að sé eitthvað sko söfnulega þættir og eitthvað svona. Þegar þú nefndir þessu dagar og þú tekir þátt í svona mörgum svona. Já. Það hljómaði svona eins og þú verið svona aðeins að missa trúna á því að það verið kannski leiðin. Auðvitað, þegar maður er búin að, þú veist, verið í þessu kerfi sjálfur og þurfa, þú veist, og ég og félaga. Þú veist, sem var búin að sitja inni, þú veist, hann kemur úr svona brotnu heimili og þú veist, og búin að sitja inni fyrir alls konar. Síðan þegar hann satt inni, þá var hann komið með, held ég, 3 ára dóm fyrir að keyra próflaus. Og strákur sem ég kynntist þegar ég satt inni, og þú veist, bara í kringu 2000, þetta er 2016. Og ég var að vinna þá hjá systur minni í svona fyrirtæki, partasölu, þú veist, bara stór partasala og það vantaði mann á gólfið. Og ég segi við systur minni að, sko, ég veit um eitt pottetann, því að það er bara erfitt oft að fá fólk í vinnu, þú veist, svona, og hún segi já, og ég segi það er smá hengur á þeim. Og hvað er það? Já, hann er á Litlarunni. Og hún bara, já, ok, við erum til að skoða það. Að ég sagði svona, já, menna ég svona með það var ég segi hann geti verið að losna eða fara í opið úrræði eða eitthvað skilji. Og hún segi, já, kanna þetta og ég tekur síman og ringi á Litla-Hraun og talaði við félaga minn og ég segi, hvað er þetta geta fara að losna eitthvað og hann alveg, já, ég sagði, getur ekki fara á Sogni eða eitthvað í opið eitthvað og hann segi, já, ég gæti nú alveg verið á Sogni í opnu en mér líkar ágætlega á Hraununa því ég geti verið einhverju bílastúsi og eitthvað og ég segi, já, ég er með vinnu fyrir því. Og hann bara, já, ég segi, skoða þetta og ringdi í mig, eða þú hefur áhugað. Og hann ringi bara til 2 daga og segir, herru, ég get bara að fara á Sogn og Dölvíli, þú veist, og ég segi, já, þá bara göngum við frá þessu. Og 2 vikum seinna var hann kominn inn á gólf að vinna. Og þetta kostaði það, ég þurfti alltaf að ná í hann á Sogn og þú veist, einhverja mánuð og keyra hann og hann var svona, meðan hann var þar, þá var þetta náttúrulega bara vinnuframlag, þú veist, hann var náttúrulega bara á þessum fárulegu launum sem fanga fá 400 krónur á tíman, skilji, sem er, já, ég ætla ekki að fara út í það, en hérna, síðan kemst hann á vendina og ég, þú veist, ég var að keyra úr bænum austur alltaf og ég náði alltaf í hann á vendina og ég þurfti að hætta hans fyrir í vinninu og keyra og síðan komst hann á ökklabandi og græja, þú veist, þá var ég líka keyran, þú veist, og hann er próflaus. Já, skilu við, þú veist, og hann var með bara uppáskrifa frá lögreglumönnum og allt, þú veist, að hann var búin að vera próflaus í 3 ár og sóttu og fékk synjun og hann sagði, þú veist, og þá hélt ég myndi missa hann. Ég var ekki að krefja að vera edrú. Þetta var bara, þú veist, að rétta einhverjum hendina og segja, hei, ég get hjálpað þér.
Og ég held ég myndi missa hann þegar hann fekk, þú veist, þurfti að vera 1 ári viðbúð próflaus. Hann með bíladeild dauðans þessi, sko. Og hann þú veist, ég og systir minn áttum iðnaðarbílan á Selfossi og sem að faðir minn látin, þú veist, það hefði verið innréttuð íbúð og við leiðum honum það þegar hann komin á ökklabandinu og lífið hélt áfram. Systir mín hjálpaði honum í þessu peningamálum, þú veist, náttúrulega þegar þú verður virk kennitalega í þjóðfélaginu sem náttúrulega bara skelfilegt. Af því að þá kemur bara skatturinn náttúrulega að geta skilu. Það svolítið leikurinn, sko. Já, ég veit, þú veist, og það alveg búið... Það félagsskírteinið og byrjaði að borga félagsgjöld. Já, og þú veist, það var sett á nefndina sem hét Gráborgarnefndin, það var svona verið þú veist, til að fara hans inn í þessi mál og líka bara, þú veist, það misjandi eftir hvað út skráður, hvort þú fáir að vera í skóla í fangelsi, skilu. Þú veist, það verið svona verið að eyða út þessir mismunun, skilu. En þessi maður, þú veist, hann kláraði sinn dóm og í dag á hann 2 vörubíla og allt skiluði með dóttur sinni í vinnu og bara virkur þjóðfélagsþegn, skiluði. Þú veist, það þetta sem að þarf. Og ástæðan að þú réttir honum hjálparhönd. Já. En segjum að við myndum segja sömu sögu. Já. Og svo hann þegar hann fer að vita að hann þarf að vera 1 ári viðbót án prófs. Já. Og hann verður bara full og dettur í það. Já. Og keyrir fullur og tekinn. Þá sagan ónýtt eða því að það ekki alltaf þannig að þú réttir ykkur hjálparhönd og allt verður happy go lucky? Nei, alls ekki. Þú veist, ég bara verið að styðja fólk í gegnum alls konar, þú veist, og sumt eru farsælt og, þú veist, það eðli sjúkdómsins. Þú veist, en sko, það alveg skelfilegt að ég kom nú bara í sjóarsvitali, þá var ég á einhverju námskeið út í háskóla, þú veist, það var að tala fanga og þú veist, og það var svona projekt í gangi þá sem að var ekki tilbúið að fara í fjölmiðla, skilji. Og fréttamaður hefur samband segir, þú veist, ert þú ekki bara til ég að koma og ég bara eitthvað svona, leið mér að hugsa það, skilju. Af því að ég var náttúrulega konu og börn og allt það, skilji, þú veist, og síðan bara, þú veist, ekki gera ekki neitt. Og ég ringi hann og segi, þú veist, þú var búin að tala um konuna og svona, bara, já, ég til. Og ég vissi raun og verið ekkert hvað ég var að fara í. En, þú veist, ekki gera ekki neitt, sagði ég. Þú veist, það var, þú veist, sem að dræfa mitt. Og ég kem hana og hún fyrir að tala við mig og þetta, þú veist, og ég segi já, ég meina, þú veist, þú skuldar barnameðlu og þú skuldar skattinum og þegar ég snýri við blaðinu, ég var bara með svarta kennitölu, skilji. Og þetta var alveg bolti sem ég var að íta undan mér, heil lengi. Og síðan þurfti maður að borga niður barnameðluinn og sakakostnað og datara. Og á þessum tímapunkti, ég man ekki hvernig það var, 2019 eða eitthvað, skiptir ekki máli, að þá sem sagt var ég að fara að keppa, ég er mikil keppnismaður í mótjólum og svona, og var að fara að keppa á Akureyri og ég þurfti að skrifa undir nýjan samning eitthvað að klára að borga sakakostnaði minn. Og ég segi, ég er á leiðinni gennum Blönduós, þetta er Blönduós og ég bara rúlla við hjá okkur og geng frá þessu. Síðan því ég kem þar og þá sagði hann, já, ef þú bara bætir, þú veist, ferði í 70 eða mann ekki hvað var skilu á mánuði, þá er þetta bara búið. Og ég bara, já, ok, gerum það bara. Og þá segir konin í afgreiðslunni við mig, er þetta ekki góð tilfinning? Og ég bara, jú, þú segir það. Skiluðu, þarna var ég bara, þú veist, að klára fortíðina mína. Þú veist, ég kem út úr fangilsi, þú veist, eftir 5 ára dóm, þú veist, 2000 og var á vendinu og eitthvað svona, þú veist, og verði edrúðana 2003. Og þú veist, ég er svona gaur sem að bara, þú veist, var í sveit og bara, þú veist, er fjölhæfur og allt það, þó ég hafi verið að díla við alls konar, skilji. Og þarna bara, þú veist, og þarna kemur þessi sjóarsvitali, þú veist, að ég fór að hugsa þetta eitthvað, skilji, þú veist, að það tók mig 22 ár frá seinasta dómi, þannig að ég var búinn, þú veist. Að borga skattaskuldir, barnameðlög, sakakostnað. Já, sakakostnaðin, þú veist, þetta tók þennan tíma þó ég ekki byrjaði alveg strax, skilu, en þetta voru 22 ár, skilu, og endurspeglun í þjóðfélaginu sem ég fekk var að, þú veist, ég var náttúrulega, þú veist, að vinna á meðferðarheimili á þessum tíma og það voru menn sem var að fara með bíla í viðgerð, þú veist, fyrir meðferðarheimili og þeir bara svona, já, frábært að sjá því í fréttunum, ég var bara, þú veist, á sunnudegi, bara fréttunum og rúskili, bara einhver gaurskili, þú veist, þetta það er þetta, þú veist, það er oft verið að setja hindranir,
þegar maður tilbúin að snúa við, þá ofta því þú talaður þú veist, hvað farsælt og ekki farsælt. Það oft þessar hindranir sem ýta fólki aftur í neyslu, skilju. Lífið verður bara of erfitt, það of mikli tálmar, skilju, þú veist svona hindranir, og þegar þú ert að koma úr þessum heimi, þú veist, þú kannt ekki alveg á þetta kerfi, þú veist, og þetta allt orðið rafrænt og þeir eru ekki með snjallsíma, þú veist. Ekki konur með hvað heitir það þarna, rafræn skilvíki? Já, og þetta bara stability þú veist, að því að taugakerfi, þú veist, í dag ég, þú veist, bara fyrir rúmi ári fer ég að vinna svolítið, þú veist, með EMDR og eitthvað svona, þú veist, og þegar kona, ég var að reyna að fá, þú veist, það nú bara þrautinni þingra að komast í svona EMDR, þú veist, það alltaf fáir sérfræðingar hérna, því miður, þú veist, og hún sendi baka, já, líf þetta nú búið að vera eitt stórt áfall, og ég bara, já, ok, þú veist, maður svona bara harður, þú veist, einhvern veginn og heldur áfram og náttúrulega komið með góðan grunn, en þetta að hjálpa mér, þú veist. En tölum hindranirnar, Kristín, það heimilisleysi. Já, og svo það ekki góð leið til þess að vera edrú að vera heimilislaus. Nei, og sko hindrannar eru líka, það eru þessi blessu biðlistar sem alltaf verið að tala um. Ég talaði bara núna daginn við strák sem búin að vera lengi heimilislaus, og hann sagði, Kitty, þetta bara þannig að jú, þau á gistiskilinu, þau bjóða okkur ef við viljum, þá getum við hringt upp á Vog og panta okkur í meðferð. En þá tekur bara við eitthvað 2, 3, 4, 5, 6 mánuðir í bið. Já. Og svo loksist þegar kallið kemur að þá komið sumar og fuglarnir fannar að syngja og við drífum ekkert inn í meðferð. Þess vegna finnst mér alltaf svo lýsa svolítið fáfræði á fólki þegar þeir bara drölla sér í meðferð og bara byrja bara að vinna og meika þetta, sko. Að þetta ekki svo einfalt, sko, af því að þessi menn eru flestir á þeim stað að þeir þurfa hjálp með fíkni sjúkdóminn og þeir þurfa síðan í framhaldinu stuðning eins og nonni að tala um til að geta haldið áfram, sko. Já, að þeir koma út úr meðferðinni að þá hafið þeir eitthvað stað til að búa á og hafið einhverja aðstöð til þess að geta lifað einhvers konar lífi. Já, og fyrsta skrefið þarf alltaf að vera þetta að það sé hægt að grípa fólki þegar það fær þetta í höfuðið að já, nú ég tilbúin til að fara að gera eitthvað í þessu, að þá sé að grípa það strax inn í heilbrigðiskerfið. Babú upp inn í afvitrun. Já, raunverulega. Og skjótu brakettu að fögnuði. Í staðan fyrir að vísa manninum á 6 mánaða biðlista. Af því ég svo rosalega oft upplifað að það engin vonlaus. Það alveg sama, sko, hvernig ég lít á eitthvað mann sem á götunni og í harðri neyslu. Að ég get aldrei eða nokkur annar dæmt það hvort að hann komi til með hana árangri eða ekki. En ég vorði vitni að því svo oft að fólk nær árangri. Það eitt sem oft kemur inn í þessu umræðu, sko, hvað árangur? Segjum að það sé eitthvað sem vonlaus og tekst ekki að verða edrú. En honum hins vegar tekst að verða edrú eitthvað hluta úr árinu. Jafnvel bara góðan hluta. Í gamla daga þegar menn voru svona fyllibittur, að þá voru þetta settir, það voru bara löggan tóka og fór með á Gunnarsholt og þeir fóru edrúðar og svo fóru þeir í bæinn og duttu í það og svo fóru þeir bara eitthvað annað. En kannski á edrutímanum þá gátu þeir verið í samskiptum við börnin sín og fjölskyldu og áttu eitthvað svona líf. Svo bara fenguðu bakslag í sínu sjúkdómi og voru kannski óþolandi í einhverja 10 daga og svo fóru þeir inn á Klepp í afvötnun og fengu B-vitamin og náðu sér svo aftur og maður velti fyrir sig, sko, þetta ekki bara fínt ef að menn eru svona oft og annars lagið edrú? Það endilega inn í mælikvarðin að þú sért bara edrú dræfiloka? Þetta okkur nú kennt í náminni fíkniráðgjöf að það sko, það getur verið svolítið erfitt að mæla árangur, sko, árangur sem að ég að sækjast eftir ekki endilega sami árangur og þú ert að sækjast eftir, sko. Og þannig að þú veist, markmiðið að maðurinn geti verið edrú fyrir lífstíð og aldrei
fengi sér neitt sterkara heldur en magnil eða annars allt ónýtt. Annars allt ónýtt eða markmið hann geti fungerað í samfélaginu og vinni sína vinnu. Sem mest, oftast. Já, geti umgengist fjölskylduna sína og þú veist, þetta alltaf svolítið svona einstakleiks bara miðað, þú veist, hvað ásættanlegur árangur fyrir þennan mann, sko. Ég á til dæmis félaga sem að fyrir 10 árum rúmlega var bara götun í Reykjavík og hann var orðinn svo vonlaus í sínu úrræðaleysi, búinn að fara inn í meðferð eftir meðferð og meðferð eftir meðferð. Að hann var eiginlega komin á þann stað að hann vildi bara drekka sig bara til dauða, sko. Og það endaði þannig að ég tók hann með mér heim til mín og vegna þess að hann komst hvergi inn orðið lengur og hann var þar í nokkra daga og drakk og svaf. Þangað til hann fór að tala að hann vildi bara fara að enda þetta og þá fór ég með hann út í bíl og keyrði hann á bráðadeild geðdeildar sem náttúrulega bara hluti af heilbrigðiskerfinu á Íslandi og senda hann inn, asnaðist til að senda hann einan inn fyrst og hann fór í viðtal og kom út 10 mínútur seinna með 2 pillur í poka og ég sagði, heyrðu, hvaða pillur eru þetta? Já, þetta er til að hjálpa mér að sofa, sagði hann. Ég sagði, sofa, þú verður ekki gert neitt nema að sofa og drekka, þú þarft enga hjálp við það. Þannig að ég fór bara með hann minn aftur og það tók við rúmlega klukkutíma ströggl inn á bráðadeild og ég gaf mig bara ekki með það. Ég sagði bara, maðurinn er farin að tala með enda þetta og ég fekk náttúrulega allar afsakanirnar í bókinni. Þú veist, það er lokuð þessi deildin og ekki nógu mörg rúm og vantar starfsfólk og engi peningar og bara nefndu það. Og ég svaraði þeim alltaf á sama hátt. Ég sagði bara, veistu, mér bara kemur það ekki við. Mér kemur það ekki við hvort það er ekki rúm eða hvort það er ekki læknar eða hvað það er vegna þess að hérna er bara veikur maður og hann er komin inn á spítala og nú er hann á ábyrgð íslenska heilbrigðiskerfisins sem að allir Íslendingar eiga rétt á að njóta þjónustu í. Og það sem betur fyrir endaði þannig að hann komst inn þarna og komst og við vorum búin að reyna áður að koma hann inn á öll möguleg meðferðarúrræði, sko. En það gekk ekkert og hann var tekinn þarna inn og fór í meðferð í framhaldið og í dag giftur maður með fallegt heimili og fulla vinnu og gengur allt blússandi vel. Þetta er einn af þessum mönnum sem maður gæti séð í miðbænum veltandi á milli og allir töldu löngu vonlausan, sko. Þannig að þú veist, oft er það eina sem að fólk þarf, það er bara smá stuðningur, eitthvað sem er tilbúin til að grípa á og þá geta kraftaverkin gerst, sko. En þeir eru að taka dæmi hjálp og hún er svona skilyrðslaus eitthvað leti. Er það kannski vandamálið að okkur sem svona samfélagi hætti til þess að ég til í að hjálpa en það er með skilyrðum og standir þig. Já. Og það sem að það getur ekki svarað því fyrirum, bara guða lukkanum að vita að þar alveg er ég mjög tregur að veita hjálpina af því að ég er svo hræddur að veita ykkur hjálp sem að hún nýtir svo ekki. Þannig að ég verið ofsalega sparsamur á hjálp mína gagnvart þeim sem eru helst hjálpar þurfi. Já. Sko, Erum við að tala um það? Er þetta bara eitthvað svona andlegt ástand á kerfinu? Mín persónlega, þú veist, ég er ennþá að keppa í motocross og stórinn þetta gamall og allt það og ég slasaði mig í sumar, bara í enda ágúst og ég finn á spítala og þú veist, löppin á mig var mölbrotin, ég vissi það sjálfur, þú veist, og það kemur hjúkrunarfræðingurinn fram á biðstofuna og segir, já, treystirðu til að koma á morgun? Og ég svona, erum við ekki að horfa á sama verklæðina? Og hún alveg, jú, ég sagði, ég er mölbrotin. Já, það var svo mikið álag. Ég hefði betur farið heim og verið með löppin upp í loft, þú veist, og komið morguninn, að því að ég var þarna frá 10:30 til 8 morgunni þegar að ný vakt eða þú veist það er minni vakt á nóttunni eða eitthvað skilji og ég satt á hörðum bekk þú veist í 7,5 tíma skilji þú veist þetta er alveg sama þú veist sem að þú veist
ég hef alveg farið með skjólstæðinga, þú veist, sem að díla við eitthvað meira en bara fíkskilu í einhverjum geðröskunum og svoleiðis. Og ég hef alveg biðið í sólarhring með þeim og síðan, þú veist, fer hann inn á geðdeild og þá eitthvað lyfjastillan eða voru skilu, þú veist, ég er ekki geðlæknir en þú veist, og síðan sólarhring seinna þá hann útskrifaður. Ég var með 23 ára dreng sem ég er búin að vera að hjálpa því gennum lífið aðeins, skilu, í nokkur ár, þú veist, og hann er komin á þann stað að hann langar bara að enda þetta og ég segi, ok, við skulum þá bara reyna að koma þér inn á geðdeild. Ég fer með hann, það er náttúrulega, þú veist, þú þarft að fara á bráðamóttökunni í Fossvogi og ég er hann með hann í 5,5 klukkutíma og 4 nóttina þá þurfti ég að fara heima, þú veist, ég var með hund heima og eitthvað svona og þá er manneskja sem að þú þarft að kunna lingói, sko, til að komast inn á geðdeild á bráðamóttökunni, skilur og það er sem sagt maður sem að býður með honum, það var nú koma læknir hana og veist að ég þurfti að fara 10:30 morgunin, þá ringir þessi sami einstaklingur í mig og þá er hann fyrir utan Guðlahúsið og þá er búið að útskrifa hann. Þú veist, ég bara, þú veist, hvað, þú veist, og hann er í tómu rugli þessi drengur, skilju, og þú veist, það þarf ekkert að séma, þú veist, þetta fólk, þú veist, og það er bara oft svolítið viðhorfið, þú veist, að þetta er bara auðmýkjaskapur að, þú veist, fattar, þú veist, að Ragnar félagi minn sem er búin að vera mikið svona opinberlega, þú veist, að tala á Facebook og þetta, þú veist, ég er alveg sammála honum, þú veist, og þú veist, það þarf svolítið, þú veist, að grípa þessa einstaklinga og þú veist, sína þeim, þú veist, ummyggju og kærleika, þú veist, að við stöndum með þér og við erum tilbúin að styðja þér, þú veist, en það er ekki nóg að gera það í 3 mánuði eða 6 mánuði inn í meðferð, þú veist, alveg sama þú ert að koma á fangelsi eða út meðferð, það þarf eitthvað að halda áfram. Þetta er langhlaup, þetta er alveg maraþon að verða edrú. Þú veist, ég heyrði alltaf, þú veist, þegar ég á nú bara 2 meðferðir sjálfur en þú veist, það tekur 2 ár að ná svona grunn jafnvægi, skilji, þú veist, þú ert búin að stoppa vímuefna neyslu, þú veist, og já, ég meina, tók með aðeins lengri tíma, þú veist, en þetta er, þú veist, 1 dag í einu, restina af lífinu og þú veist, líf mitt hefur stækkað ótrúlega að því ég náði að stoppa vímuefna neyslu. En þetta er, þú veist, ég er ennþá á fullu í prógrami og ég er ennþá að þú veist, mennta mig og þú veist, ég er að viðhalda með alls konar, þú veist, og ef maður hugsar sko úrræðaleysi hérna, þú veist, sem er náttúrulega, þú veist, ég meina, ég elst upp á Hlemmi með pönkurunum og þetta voru kallaði rónar í gamla dag, þú veist, og ég bjó niður í miðbæ og ég, þú veist, fólki, þú veist, sem að gengur Laugaveginn, þú veist, 1980, þú veist, þú nefnir Gunnarsholt, þú veist, öll þessi úrræði búið að loka, þú veist, nú er það bara gistiskýlin 2, þú veist, og já, þú veist, eigum við að bara opna fleiri gistiskýli eða? Þetta er einhverjir svona smáhýsi? Já. Svo er einhver búsetúrræði á vegum Reykjavíkurborgar þar sem að fólk getur búið sem er í neyslu. Já, svona viðhaldsmeðferð. Hvernig var það eins og ég veit ekki hvað það er núna? Það er eitt svoleiðis úrræði held ég á Miklubrautinu ennþá. En það er bara mjög fáir einstaklingar sem geta verið þar, sko, í einu. Þið viljið fá aukið stuðning við fólk eftir meðferð og afvitrun? Já. Og það sé eiginlega sóun á meðferðinu og afvitrunni og það sé ekki til, það er líkur á því að fólk falli út af hindrunum sem eru fólk lendir í, en líka það er ekki nægur stuðningu til að komast yfir það. Já, raunverulega bara eins og Nonni hefur að gera, það má líka þessu við með þá sem að koma út úr fangelsi, skilur, sem að eru settir út á stétt og þeir eru bara að taka rútuna eitthvert að það er nákvæmlega með þetta fólk ef það kemur út meðferð og er jáfnvel búið að vera heimilslaust og það er ekkert bakland og það er hvergi neitt stuðningur nema kannski inn í 12-spora samtökum sem er náttúrulega bara líka takmarkaður stuðningur fattar við svona daglegt líf að það sé eitthvað sem að grípur fólk sko. Maður sem er heimilislaus á götunni og fer í meðferð
og er þar í mánuð eða 2 eða hvað hann er og kemur út aftur og ætlar að fara aftur á götuna, ég held að það sé mjög takmarkað líkur á að einhver verði edrú gistandi á gistiskilinu og bara í þeim graut sem er þar sko. Davíð Bergmann, ég er búin að, þú veist, ég þekki hann, skilur, þú veist, og hann er ekki að móturhjóla dellumæður, eða ekki? Jú, og er að vinna í Fjölsmiðjunni sem er frábært úrræði, þú veist, og ég er samt búin að, þú veist, heyra hann tala í 20 ár, þú veist, glerhallinir sem að barn á fjölskyldustofi, þú veist, það er rosa flott bygging og síðan erum við með Klepp og Landspítalann og þú veist, fyrir 2 árum cirka, ég man ekki alveg, þú veist, að þá var verið að opna einhver 2 neyðapláss fyrir unga á Landspítalanum. Hvað heldur að sé margir búin að fara þar í gegn? 1. Þú veist. Okkur. Ég veit það ekki. Þú veist, þá er svona, þú veist, ríkið eitthvað grípur, þú veist, ungu krakkanir og skiljið, þú veist, og búin til eitthvað leiktjöld sem að síðan kannski virka bara ekki. Já, því miður. Þú veist, þetta er allt svona, mér finnst það svolítið syndamennska, því að hvað heldur að kosta að hafa eitt svona í geiminu, í bænum? Þessi skárra að hafa því edrú en ég meina, þú veist, það kostar að hafa einstakling í fangilsi, það kostar bara lögreglu og allt þetta og, þú veist, afbrotin og allt, þú veist, allir kostnaður. Fyrir þannig leiðindin sem að þú bjóst til. Já, ég var skaðvaldur, þú veist, ég veit það, en þú veist, það er margbúið að rannsaka þetta. En við vitum þetta og það er mitt út að benda á, margbúið að rannsaka þetta. Það er til endalaust af skýrslum og rannsóknum sem að sýnið fram á það eiginlega. Því meira sem þú gerir í fangilsónum, því hagkvæmara fyrir hver króna sem er hent þar inn, það er bara, samfélagi getur ekki grætt eins mikið á neinu öðru. En frekar sambandi við áfengis- og vímuefnameðferð, allir peningar sem hentir þarna inn, að þeir margborga sig. Og það er bara, ég held að sé ekki deilt þetta. En samt, þá eru við, kerfið, ekki tilbúin, að því að við bara, ég veit ekki, kannski finnum við bara ekki til samkenndar með Nonna Lobo. Þú veist, við viljum ekki hjálpa hann. Já, þú veist. Þú veist, eða Ragnari í gistiskilinu og þú veit allt rétt sem hann að segja og svona bara, þú veist, þú finnum ekki til með þér í hjartanu. Þegar við viljum frekar, að því að við viljum hjálpa ykkurum, þá viljum við hjálpa ykkurum sem að, til dæmis er barn, sem er svona án sakar og hefur aldrei gert neitt af sér. Þú veist, er þetta ekki bara svona siðferðislegi vandi í samfélagsins að hún vill ekki hjálpa þessu fólki nema eins lítið og gerst upp með? Það virðist vera og ég held að það sé alveg þessi fordómar gagnvart sjúkdómnum sem valda því sko, af því það er oft verið, ég er búin að pæla mikið í þessu og yfirleitt þegar maður leitar á ástæðum fyrir ykkur svona þá hugsa maður bara follow the money sko, hvað er þetta svona dýrt eða er ykkur að tapa á því að setja auki fjármagn í forvarnir og meðferðarstarf og allan hennar pakka. En eins og segir, það er búið margar rannsakir og það er talað kannski 7-8 sinnum sem hver milljón skila sér tilbaka í þjóðfélagi sem er sett í svona starf. Og ég held að engin andmæli því raunverulega sko. Nei, en samt er ekkert gert sko. En á sama tíma er hægt að halda einhverja Evrópukonferensa fyrir fínt fólk 20 milljarða ráðstefna í Hörpu. Já, sem að kostaði sko meira heldur en allt það fjármagn sem að setja í S.A.A. á heilu ári. Einhver 2 dagar ráðstefna sem að mér skilst að þeir hafa allan enda að vera á Macron og þessir háu herrar. Þeir bara flugu bara heim sama kvöldið því að þeir gist ekki einu sinni. Það er ekkert mál að henda peningum í svona hluti en eitthvað sem að borga sér tilbaka að skuli ekki vera settir peningar í þetta, maður skilur ekki hvað þið er að stoppa. Það hlýtur að vera enda takmarkið að ná að taka einn fíknisjúkan einstakling og gera hann að virkun þjóðfélagsþegn. Þú veist, það er bara rannsóknir, þú veist, $1 í meðferðarstarf skilar $7 í kassan fyrir ríkið. Skilu, þetta er bara, það er rannsóknir og tölfræði og allskili. En kannski hugsaður ykkur
Já, það má vera, en ég læg kannski peningið hennan, svo bara batnar honum ekkert, hann bara áfram í neyslu og áfram að horfa í fangelsi og peningandi fóru bara út úr gluggan. En þetta eru rannsóknir sem, þetta er bara tölfræði, Excel-skjali segir bara X, skilu, og það er ekki þetta blöffa það, skilu, það er búið að gera þetta allstaðar í kringum okkur og það hlýtur að vera, hagstæðara, og þetta er bara þjóðfélagslega betra að hjálpa veikum einstaklingum. Það stendur líka bara læknaeyðurinn og þetta, þetta er bara lögbrot í raun og veru. Að hjálpa ekki ef þetta er viðurkenndur sjúkdómur en við ætlum ekki að vera að trýta hann. Ég veit alveg að lögreglan og þetta er allt, ég talaði við lögreglumann sem var í samskipti við mig í sambandi við sem hafa mig í lúkunum til að koma honum í langtíma meðferð, skilu, ég hef alveg verið á öllum endum í þessu, ég hef alveg farið með skjólstæðinga til barnaverndar og verið að útskýra fyrir þeim, við verðum að halda þessu plani og síðan kemur eitthvað, að þeir vilja flýta þessu og það er lítið börn í spilinu og einstaklingurinn sjálfur, þetta er, ég talaði við lögreglumann sem ég var í samskipti við og ég sagði, að ég er búin að reyna að vera að opna hurðir, bara með, krakka og þetta í þessu. Og ég sagði, hvað er með forvarnadeildina? Náni minn, það er mörg á síðan að það var lagt niður. Lögreglum, þetta er allt fjársvelt, og, heilbrigðis, bara allt heilbrigðiskerfi er fjársvelt. Lögreglan er fjársvelt, en samt er þetta að halda ráðstefnu að því að við erum í ESS og eitthvað bla 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 skiljiði og það er þetta, þá er allir til bara fullt af peningum og það eru keypt vopn og dótar í eitthvað til að venda einhverja ráðherra og erlenda, eitthvað, þá er til peningur en þegar er verið að tala um þessa hluti, þá er ekki til peningur. Og það er það sem að þið eru að leggja áherslu á að það leiðir til þess að fólk berga lífi sínu. Já. Og berga lífi fólks í kringum sig. Já. Og það sýnir líka svona afskiptaleysi ríkisvaldsins að það var stefna í fíkniefna og forvarnamálum sem var frá 2013 til 2020 síðan er að taka þetta upp núna. 2013 til 2020 var til svona heildstæð stefna hjá stjórnvöldum. Frá 2020 hefur ekki verið neinn stefna hjá stjórnvöldum í þessum málum. Það bara gleymdist. Það sýnir nú allan áhugan hjá þeim. Við auglýsum bara eftir henni. Kristinn og Jón kallaði Nonni. Takk fyrir að koma hingað og halda áfram þessari umræðu. Og við munum halda henni áfram hérna við rauðaborðið í framtíðinni. Við þökkum gestum okkar í kvöld kærlega fyrir komuna að rauðaborðinu og ykkur sem eruð að hlusta og með hlustun ykkar að þá verður þetta allt saman til. Þið getur verið virki hlustendur með að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar hér á samstöðinni, benda á að við erum á Facebook, á YouTube, við erum öllum hlaðvarpsveitum, við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM. En það er líka hægt að ná í útasendingarnar annar staðar, það er gert í gennum spilaran, hann er á netinu, spilari.is, en spilarinn líka app sem þið getur hlaðið niður í síman og hlustað á samstöðun á allar íslenskar útastöður hvað sem er í heiminum. Svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum, þar erum við númer 5 á fjastýringunni, vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á samstöðuna. Þeir sem vilja hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna geta gert það með að gerast áskrifundur, þið farið þá inn á samstöðum.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift. Þið getið skráð okkur fyrir 2.500 krónum sem mér er satt að segja allt og lágt fyrir það efni sem við búum til hér. Þeir sem að vilja geta borga meira og þeir sem að kjósið geti látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt efni sem að þið sjáuð hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum þeim kærlega fyrir. En þetta er lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég segi góða nótt og sjáumst á morgun.